Já, góðan daginn, takk fyrir að bjóða mér. En ég stend hér ein, en sem sagt við erum tveir brúasmiðir sem við ætlum núna að kynna hvað við gerum sem sagt fyrir foreldra tvítyngdrabarna. Við erum tveir brúasmiðir, ég og Magdalena. Viltu standa eins upp, Magdalena? Þetta hún. Hún sem sagt búin að vera brúasmiður í leikskólum síðan 2012 en við byrjuðum að vinna í miðjum Áss og Læsis árið 2017. Þannig í skólaárinu 2017 til 18 við fengum rúmlega 500 beiðni, svona mjög beiðni sem hafa margar snertingar en við erum að veita sem sagt þjónustu fyrir skólastjóra, kennara og starfsmenn skóla frístundasviðs og líka við nemendur og foreldra. En í dag ætlum við að tala meira hvað við gerum fyrir foreldra sem eru með tvítyngdbörn. Markmið okkar fyrir foreldra að styðja þeim í samskiptum við skóla frístundastarfsfólk og líka að veita foreldrum tvítyngdrabarna ráðgjöf varðandi skólastarf og bjóða upp á fræðslu hlutverks íslenskra skólaforeldra. Hérna okkar vinnulag. Fyrst vorum við að hvetja skólastjórinn að skipa tengilið við okkur, hvort sem það aðstoðarskólastjóri eða deildarstjóri eða verkefnastjóri og svo tengiliðurinn og við skipuleggjum saman kynningu fyrir starfsmenn, foreldrafræðslu og svo framvegis. Og í fyrra fengum við beiðni frá 17 grunnskólum í Reykjavík. Þetta svo heldur áfram. Og hérna dæmi okkar foreldrafræðslu. Ég var ekki viss hvort ég mátti birta myndir, þannig að það svona. En hérna dæmi okkar boðsbréf til foreldra. Að þetta líka bæði við höfum haldið fræðslu á ensku, pólsku og filippsísku, en boðsbréf alltaf á íslensku og eitthvað tungumál, hvort sem það enska, pólska eða filippsíska. Og svo það mjög mikilvægt að hafa undirskrift skólastjóra og neðsti hluturinn fyrir foreldra að segja að tilkynna hvort þau mæta eða ekki. Og svo það hefur gengið vel að mæta í þessum foreldrafræðslu og þarna erum við að tala íslensku skólakerfi og bara almennt foreldrafélög og hvernig hlutverk skólaforeldra á Íslandi sem getur verið öðruvísi en í heimalandi okkar eins og Elisabeth var búin að nefna áðan. En það hefur gengið ótrúlega vel þegar við erum að halda upp á foreldrafræðslu og skólastjórarnir eru með okkur af því foreldrarnir eru oft með fullt af spurningum og auðvitað geta ekki allir kennarar mætt í þessum foreldrafræðslu en að minnstakosti skólastjórinn eða aðstoðarskólastjórinn sem hafa verið með okkur í foreldrafræðslu það hefur gengið ótrúlega vel það var virkara umræða og meiri samskipti í kjölfar þess. Og hérna dæmi okkar ráðgjöf í foreldraviðtölum. Þannig að á foreldradegi skólans við höfum boðið upp á ráðgjöf fyrir foreldra. Þannig við fengum bara rými í eina stofu í skóla og svo geta foreldrarnir komið til okkar áður en þau fara til umsjónarkennarans eða eftir. Þannig það hefur líka gengið vel að ná til þeirra. En auðvitað eru ekki allir að koma mæta á foreldrafræðslu eða foreldraviðtöl, þannig að við erum líka með foreldraráðgjöf á föstudögum og það sem að þau geta komið til okkar. Og reyndar síminn hennar Magdalenu hringir stanslaust. Það alltaf, foreldrarnir vilja oft fá meiri upplýsingar. Og svo erum við með Facebook-hópa á filippsísku og á pólsku og við erum að stefna á því að búa til sem sagt Facebook-hóp miðjum Áss og Læsis fyrir enskumælandi foreldra og þarna erum við að deila sem sagt mismunandi tilkynningar
til dæmis núna hægt að sækja vinnuskóla, þið vitið, þannig að það svo margt svona sem þarf að minna foreldrum á mismunandi tungumálum. Og svo erum við með fullt af samstarfsverkefnum og beinum frá öðrum stofnunum og núna erum við líka að skipuleggja foreldrafræðslu framhaldsskólakerfi í samstarfi við námsráðgjafa. Þannig að við erum að fá meira og meira beini og sem mjög skemmtilegt. Og svo erum við líka í samstarfi við móðurmálssamtök Tvítingi og Samfólk. Já, erum við spurningar? Ekki ennþá, en já. Þegar við höfum fengið svona beiðni frá skólum og leikskólum og frístundastarfi þar sem við tölum ekki móðurmál foreldra og þarna hvetjum við að skipuleggja fund með okkur og skólinn pantar svo túlk og við komum þar og þannig getum við veitt aðstöð og þjónustu. En já, góð spurning. Já. En hérna eru helstu upplýsingar sem foreldrarnir sækjast eftir. Það eru ansi mikið. Þau vilja bara skilja hvernig skólakerfið hvernig leikskólakerfi, hvernig grunnskólakerfi, mikilvægi frístundastarfs og ýmislegt hlutverk og ábyrgð og bara upplýsingar fyrir skólaforeldra. Og svo þetta með tvítingi. Við fáum núna ansi mikið af beinum frá sem sagt, alls konar tvítingi, mál uppeldi tvítyngdra barna, hvort sem það máltökuskeið, virk eða aðrar tegundir af tvítingi, tungumálastefnu fjölskyldunnar sem Katarzyna var búin að útskýra og útskýringar á niðurstöður úr skimunum, könnunum og prófum. Við höfum fengið spurningar til dæmis hvernig á ég túlka niðurstöður úr samræmdum prófum og svo framvegis. Og svo við höfum líka fengið spurningar efni og ráð til að styðja við námsárangur barna. Foreldrarnir vilja að börnin sín námsárangri og hvernig. En við erum fyrst og fremst að styðja við kennara og það flott svona samskipti milli heimili og skóla og það fullt af ráð fyrir kennara hvernig á að efla þetta samskipti og við erum hér til að styðja við það. En sem sagt bara frá aðalnámskránni og við, já, ég sé ekki hér, en það mikilvægt að við hafa í huga að við erum að hvetja nemendur sem eru tvítyngdir að þróa með sér læsi og lestur og ritun líkt sem lagt til aðra nemendur. Þannig að þau sem sagt, aldurstengdum námsviðmiðum. Og þetta veitir jöfn tækifæri til náms á Íslandi. En það eru margar rannsóknir sem að sýna fram að allt of margir nemendur, þetta byrjar reyndar í leikskólum, að það eru margir sem hafa erfiðleika með að ná aldurstengdum námsviðmiðum í leikskólum og svo í grunnskólum, PISA og svo orðaforða og þetta með millimála próf. Og við sjáum það. Það eru margar rannsóknir sem sýna okkur það að allt of margir tvítyngdir nemendur eru ekki að ná aldurstengdum námsviðmiðum. Og líka með ensku. Nemendurnir hugsa oft að þau eru best á íslensku, á ensku. En það rannsókn sem var gert sem sýnir að þau kannski halda að þau séu með svona góða færni í ensku í daglegu tali en samt ekki í akademisk mál. Og svo þetta heldur áfram í framhaldsskóla af því færri nemendur sem eru með innflytjenda bakgrunn skrá sig í framhaldsskóla og líka einungis 30% ná að útskrifast. En þetta með hlutverk foreldra, þau kannski eins og Elisabeth sagði áðan, það alveg svona mótsagnir eða ágreiningar hugmyndir foreldra frá sínu heimalandi og hugmyndir menntun á Íslandi.
En hérna til dæmis þetta mikilvægt í öllum tilvikum að hvetja foreldra til að styðja við íslensku nám barna sinna og jafnframt rækta og þróa eigið móðurmál. Þannig þau þurfa ekki bara að viðhalda móðurmál, þau þurfa líka að styðja við íslensku nám barna. Þetta tvenns konar hlutverk sem jafn mikilvægt. Og hvernig? Það spurning það, hvernig? Þetta margar rannsóknir, eins og rannsókn hennar Elisabeth og líka rannsókn hennar Katarzynu. Það foreldrarnir sem vantar meira upplýsingar. Þau ekki viss og það svolítið í óvissu hvernig þau gera vissuna mismunandi ágreiningar. Þetta konflikt milli menningu frá heimalandi og menning á Íslandi. Og ég hvet ykkur til þess að það flottar rannsóknir sem gerðar viðhorf foreldra af erlendum uppruna og þetta bara nokkrar af þeim. En þetta, foreldrar sem tungumálakennarar, eins og Katarzyna sagði, gerum við kröfur að allir foreldrar séu tungumálakennarar. En við vitum það að það 2 þörf til að ala upp tvítingbarn. Og það fjölmargar tegundir af tvítingi, við vitum það margar ranghugmyndir tvítingi líka. Og hver ber ábyrgð af þessu? Við vitum það að ílagið, eins og hún sagði, skiptir höfuðmáli, bæði magn og gæði og ríkulegt, hvetjandi og jákvætt málumhverfi og ég bætti þetta við, alveg glás af málglöðu fólki. Það þarf ekki bara þorp til að ala upp tvítingbarn, það þarf líka alveg glás af málglöðu fólki. Tækifæri til að hlusta og tjá sig og lesa og skrifa og hérna kemur móðurmálssamtök tvítingi sterkt inn. Því miður ekki erlend móðurmálsnámskrá viðurkennd hérna á Íslandi. Móðurmálssamtök tvítingi regnhlífar samtök foreldra og sjálfboðakennara sem að kenna móðurmál sitt fyrir utan pólska skólans. Pólski skólinn stærsti móðurmálsskóli hérna á Íslandi með næstu 400 nemendur. Þau með viðurkenndu námskrá á pólsku frá Póllandi en samt ekki viðurkennd á Íslandi. Þannig að þetta ennþá í gangi núna og flestir hinir hópar bara reknir af sjálfboðakennurum sem að kenna filippsísku á laugardögum, spænsku og svo framvegis. En þau að veita þetta torp fyrir tvítingbarn. Og þetta með mismunandi hugmyndir tvítingi. Við oft að kalla nemendur, ísat-nemendur, íslensku sem annað tungumál nemendur af erlendum uppruna, nemendur með annað móðurmál í íslensku, eða nýbúar, eða snúbúar, eða börn sem hafa erlendis og núna höfum við heyrt börn sem mállaust á íslensku, sem kannski, við þurfum að ákveða hvaða hugtak við getum notað, en hérna tillögur, börn sem búa við fleiri en eitt tungumál, tvítyngd eða fjöltengd börn. Þetta fjöltengdir Íslendingar, þetta börn á Íslandi, þetta íslensk börn. Sammála. En hérna máltökuskeið tvítyngdra barna getur verið mismunandi og þau vitið það, eins og Katarzyna sýndi okkur samhliða tvítingi simultaneous bilingualism ef að ung börn í kringum 2 eða fleiri tungumáli, þannig að sem sagt þau með 2 eða fleiri móðurmál. Við þurfum að hugsa það að hver einstaklingur geta átt fleiri en eitt móðurmál. Og samkvæmt fræðimönnum börn sem á leikskólaaldri með samhliða tvítingi. Og þetta með áunni tvítingi, successive bilingualism, þegar þau búin að læra sitt móðurmál og svo flytja þau til Íslands. Og það var líka gert ráð fyrir að þau ná tungumál landsins.
Og svo þetta eru dæmi tegundum af tvítingi, aðgerðalaus tvítingi, virk tvítingi og algjörð tvítingi. Það mjög fáir einstaklingar sem ná þetta algjörð tvítingi, sem sagt að hafa jafnt vald og jafnvægi að tveimur tungumálum í skilningi, frásögn, lestri og ritun. En við erum að stefna á því á virku tvítingi, þannig að þau gleyma ekki móðumál sitt á meðan þau eru að læra íslensku. Og þetta með tungumálastefnu fjölskyldna, þá Katrína búin að sýna þetta. Þetta við tungumálakunnáttu foreldra, viðhorf þeirra gagnvart tungumálum og hvernig tungumálinu valin, skipulögð og notið í fjölskyldunni. Þetta með minnihluta tungumál heima og svo annað tungumál úti og svo ópolt, eitt foreldri, eitt tungumál og svo framvegis. Það eru margir foreldrar núna sem eru tvítyngdir og stundum eru þau að kjósa að nota dönsku á sunnudögum eða swahili á miðvikudögum og svo erum við að heyra fólk sem tala svona. Augnablikið when you start að hugsa á tveimur tungumálum at the same tíma. Er það ekki? Og ég geri það bara daglega. En það rosalega mikilvægt að þau eru með ríkulegt málumhverfi og tungumálaumhverfi hefur mjög mikið áhrif á tungumálaþróun tvítyngdra barna og það skiptir miklu máli að virkja foreldra og hvetja þeim til þess að nota og örva tungumál í færni barna. En þau eru í kapp við tíma, vökutíma barnanna versus vinnutímar foreldra og líka peningar. Af því bækurnar kosta, ferðir kosta og versus efnahagsstaða foreldrana. Og við vitum hvernig efnahagsstaða flestra innflytjenda hér á Íslandi. Þannig að þau þurfa meira stuðning. Hérna dæmi okkar tungumálastefnu í fjölskyldunni minni. Þá tala ég filippsísku við barnið og maðurinn minn sem var frá Spáni, hann talar spænsku við hann. Við hjónin tölum saman á ensku og íslenska töluð bara daglega, Og hérna sem sagt, það ekki bara við, hérna foreldrar. Það ekki bara við sem tungumálafyrirmyndir barnsins, heldur samfélagið, eins og hann með, þetta flest rautt hjá honum, samfélagið á Íslandi. Hann talar á miklu leyti íslensku í samfélaginu og aðeins ensku. Og í leikskólanum meiri hluti á íslensku og svo í frístund þá bland. Það meiri íslensku reyndar og svo hann að fara í spænsku og filippsísku á laugardögum sem óformleg móðurmálskennsla. Og svo ferðir, við notum aðeins íslensku þegar við erum að ferðast við þrjú saman, þannig að færri fólk geta skilið okkur. Og svo með vini, við sem foreldrarnir, við þurfum að sjá til þess að hann sé líka með vini sem eru að tala þessi 4 tungumál. Þannig að það líka mikilvægt og líka ættingjar, Þannig að þetta þorp hans, og alveg glás af málglöðu fólki. En þetta það sem við viljum sjá að gerist líka með öll íslensk börn hérna á Íslandi. Að þau eru í ríkulega málumhverfi. Og þetta niðurstöður hans úr stöðluðum prófum alveg frá því hann var yngri og brigans og var tekið í heilsugæslustöðvum og svo í leikskólum og grunnskólum. Og þá gott fyrir mig sem foreldri að vita niðurstöður hans. Hvort sem hann í meðalfærni eða fyrir neðan meðaltal, bara fyrir mig til þess að vita, já, ég þarf að gera meira, Þannig að það svo gott fyrir foreldra að vita niðurstöður, tölulegar niðurstöður úr öllum skimunarprófum. Auðvitað hann ekki eins og eintyngdir nemendur, en við þurfum að sjá til þess að þau eru líka að taka framfarir. Sammála. Og þetta
mælingar, við finnum það í okkar vinnustað í miðjum Ásólæsis að það sé einhvert ótti við að segja foreldrum niðurstöður, sérstaklega ef þetta sé svona slæm frammistaða. En við notum mælingar til að jafna stöðu barna, en ekki til að draga í dilka. Ég var að læra þetta í dag. Draga í dilka. Og mælingar og svo hvað. Það rosalega gott að hafa mælingar og líka hvað við gerum svo, þið veitir. Og hafa þá foreldrana með, að láta þeim vita, eru svona skimunarprófum, en við notum þetta alls ekki til að stimpla börnum eða draga í dilka, heldur til þess að jafna stöðu þeirra. Og þetta með snemmtæk íhlutun. Og já, við vitum það mismunandi hugmyndir menntun. Foreldrarnir sem við höfum heyrt frá foreldrum að þau hafa aldrei heyrt hugtakið virkutvítingi. Og við höfum líka heyrt frá foreldrum að íslenska sé besta tungumál barnsins af því þau eru á Íslandi. Og svo kennararnir að segja að við höfum líka heyrt þetta frá sumum kennurum að nemandinn er best í móðurmáli og íslenska kemur bara seinna. Ég þarf að laga þetta. Og svo þetta notkun tungumáli í skólanum og hópmyndanir nemenda. Þetta alveg eins og þessi mynd hér og nemendurnir lenda svo í miðja, bæði og eða hvorki né. Þannig að það eru ólíkar hugmyndir menntun, við vitum það. Og við þurfum að ræða þetta við foreldra. Við fáum oft spurningar af hverju eru börn að fara alltaf upp bekk í grunnskólum, af því í heimalöndunum kannski öðruvísi. Og svo þetta með félagsleg og námsárangur, þetta bæði mikilvægt og svo mikilvæg erlends móðurmáls sem og kröfur til að ná íslensku. Samstarf milli heimilis og skóla, það eru mismunandi hugmyndir hlutverk skólaforeldra. Það skortur á fréttum upplýsingum og túlkunum niðurstöður nemenda úr prófum og könnunum og líka ólík sjónarhorn gagnvart heimavinnu. Og spurning með aðgang að námsbókum og auka námsefni. Og svo þetta með tungumála og menningar fjölbreytni í skólastarfi, það skortur á fagfólki í leik- og grunnskólum með sérhæfða þekkingu og reynslu. En það fullt af þeim, en það ennþá miðað við fjölda nemenda sem eru tvíting núna, okkur vantar fleiri. Og það vantar íslensku námskeið fyrir leikskólaliða og starfsmenn með íslensku sem öðru máli og líka fræðslu skólakerfi og íslensku námskeið fyrir skólaforeldra. Og íslenska utan heimilis, hvað í boði og svo móðurmál. Það vantar erlend móðurmálsnámskrá og líka viðurkenningu núverandi móðurmálsnám barna. Já, allir vilja að börnin ná í árangri. Ég held að það sé bara staðreynd. Allir vilja að börnin ná í árangri og við þurfum þá bara foreldrarnir þurfa fleiri bara útskýringar á upplýsingum og þetta með hvernig þau skilja málþroska og læsisþróun tvítyngdra barna, hvernig á að ala upp tvítyngd börn á Íslandi og hvernig á að segja foreldrum niðurstöður tvítyngdra barna úr skimunarprófum og þegar nemandinn með slaka fram í stöðu. Endilega láti foreldra vita og upplýsa þeim úrræði til að stuðla að framförum. Við höfum heyrt frá foreldrum hvað þýðir B-stjörnu í íslensku. Og þetta ekki aldursmiðað einkunn. Sem dæmi þetta 9. bekk, nemandi í 9. bekk sem að fá námsefni frá 5. bekk í íslensku, þannig að hann B-stjörnu, þannig að við þurfum að upplýsa foreldrana þetta. Og svo nemendur sem fá ekki aldursmiðað námsefni og líka undanþegnir frá faggreinunum og öðrum prófum. Það vantar úrræði fyrir foreldra tvítyngdra barna til að styðja við ná barna sinna. Og við höfum núna miklar áhyggjur af foreldrunum sem fara ekki til okkar. Af því í foreldrafræðslum og í foreldraviðtölum, okkur finnst að þetta sé sama foreldrar sem eru að fara til okkar. Þannig hvernig best að ná til foreldrana sem
þurfa þetta mest. Og þetta með málstefnu, það málstefna samfélagsins, málstefna skólans, málstefna fjölskyldna. Hvaða tungumálið eða tungumálin, viðhorf gagnvart okkar tungumáli og gagnvart öðrum tungumálum, notkun tungumáli í samskiptum og spurning þetta, nóg af málglöðu fólki í kringum barnsins. Við endum þetta þar. Takk fyrir.